Íslensk heimili eru meðal þeirra skuldugustu í Evrópu sé miðað við tekjur. Lektor í hagfræði segir háar skuldir ekki endilega áhyggjuefni. Eðlilegar skýringar geti legið að baki þeim. Skuldastaða heimila í Evrópu er æði misjöfn eftir löndum en Hagstofa Evrópusambandsins hefur tekið saman upplýsingar skuldastöðu heimila sem hlutfall af tekjum þeirra. Meðal heimila á evrusvæðinu skuldar 99% af ráðstöfunartekjum sínum og hefur það hlutfall farið lítillega hækkandi milli ára. Meðal skuldsettustu þjóða í Evrópu sem Hagstofan skoðar eru Norðmenn, Írar og Hollendingar. Seðlabanki Íslands hefur tekið saman sambærilegt hlutfall á Íslandi en hér nema skuldir heimila við fjármálafyrirtæki tæplega 230% af ráðstöfunartekjum og eru ríflega tvöfalt hærri en skuldir á evrusvæðinu svo dæmi sé tekið. Já, þetta er náttúrulega gríðarlega háar tölur, mikil skuldsetning. Flestar aðrar þjóðir í kringum okkur eru með miklu lægri tölur. Er þetta hættumörk? Það er aftur önnur spurning sem erfitt að svara. Meðan hægt að borga af þessum lánum, þá er þetta sjálfu sér ekki vandamál. Katrín segir að í tilfelli Íslands beri að líta sérstaklega til eigna sem komi á móti skuldunum sem aðrar þjóðir búi ekki endilega við. Annars vegar á Katrín þarna við lífeyrissparnað íslensku þjóðarinnar. Og hin ástæðan sem þurfti að horfa á eru fasteignir. Það er mjög hátt hlutfall hér á landi af fólki sem á eigin fasteignir sem er ekki jafn hátt annar staðar. Þannig að væntanlega stór hluti af þessum skuldum vegna fasteignalána.